Þú komst hérna færandi hendi. Ég er með alls konar stöf með mig. Snúður og dirty chai. Já, heyrðu, ég ætla líka að gefa það jólagjöf. Nú? Ég ætla að gefa þér hérna, þetta er Poki. Þetta eru hérna 01 Treasure Coast. Smáskamtur. Íslensk framleiðsla, gjör svo vel. Takk kærlega. Sko, þetta er mánaðarskamtur, sko, sem miðast við þetta 5-2 kerfi, sko, sem þú þekkir. Já. Svo tekur í 5, hvílir í 2. Sem ég hef reyndar aldrei notað. Nei, það er svolítið mikið fyrir mig. Að taka 5... Já, í svona langan tíma. Ég þekki margar sem gera það. Ég var meira kannski bara svona, 2-5 öfugt, sko. Tek 2, hvíl í 5. Já, ég veit ekki. Ég hef alveg tekið tímabilað sem ég hef tekið kannski 0,23 10 dagir röðu eitthvað, sko. Já. Við verðum ekki Joe Rogan protokollinu, sko, þegar það átti að cancela honum, þá tók hann 1 gram á dag 30 dagir röð. Það er kannski smá skammt fyrir honum. Já, það sem hann sagði, ég mikrodósaði 30 dagir röð. Nei, ég tók 1 gram. Já, það er ekki smá skamtur. Það er farið að kýtla vel, sko. Já. En sko, ég gerir stund, þú mistir af hérna nöktuguðunni. Allsbjörguðunni. Ég ætla að segja frá því, það var alveg upplifun. En þegar ég fer í, sko, farguðuna, sem er svona, mér langar svona aðeins að prómóta það. Þetta er svona hjólísi sem er á 2 stöðum í bænum og það er búið að rífa allt innan á hjólísinu og það er búið að setja upp í rauninni bara viðargufubað í staðinn. Það er bara viðarofn og bekkir. Þannig að þetta er í rauninni bara svona mobile sauna. Og þegar ég fer í þessar sánur, þetta er á kvöldin, þetta er hérna á Skáraklettið og Ægisíðu, þá fæ ég mig stundum svona meira magna svepp, sko. Þá fæ ég mig kannski 0,5-0,6 þegar ég fer inn í einin intense. Áður en þú fer? Já, áður en ég fer. Áður en ég fer inn í einin hita, sko. Því að mér finnst það einhvern veginn gefa þessu meiri dýft, sko, en út af því að það eru svo, það er svo mikil hiti og svo rosalega, þetta er svo aggressífur hiti, sko, og mér finnst það svona taka svona the edge off, sko. Þetta er eitthvað sem ég myndi aldrei gera ef ég væri í einhverjum svona venjulegum aðstæðum, sko. Kannski innan fólk að vera eitthvað sósíal, sko, eins og með smáskammtana, það skiptir einhver máli, en þarna finnst mér ég geta leyft mér það, sko. Já, sem gerist leiðum maður er komin yfir þetta mark, sko. Þú ert í einhverju mikrodós eða smáskammt, þá náttúrulega bara finnur í raun og ekki neitt og getur gert hvað sem er. En leiður komin upp í kannski 0,3, 4, 5, 6. Þá er þetta að fara að kýla, sko. Já, það farið yfir markið. Já. Þá er það sem ég upplifa bara, allar aðstæður þar sem ég þarf að vera að tala. Já. Og einhvern veginn vera í framheilanum, það er verða kvíðavaldandi, sko. Það getur alveg það. Til langar í raun og veru frekar bara að fá að vera. Já. Og ég hef gert þetta fyrir svetti mitt. Já, nákvæmlega. Það er mjög næs, sko. Þar hefur tíma til þess að loka þig bara inni og það er bara hiti og það er bara myrkur og það er bara séð þig og þarfst ekki að vera að interakta með fólki frekar en þú vilt, sko. Nei. Og plúsa þetta hitin og þetta bara keyri kerfið upp en þú vinnur þetta líka fljótt í gegn. Einmitt. Skilum. En þessi fargufa og hann að virkar svona svolítið eins og ég sé hvað er hann að selja þetta en ég er ekki að því en ég er alveg heillaður af þessu. Já, er þetta ekki mjög gott? Jú, því að sko, ég hef mikið verið svona svettkall, sko, en mér fannst það bara alltaf sjúklega langt. Ekki bara það að sitja inn í einhverju tjaldi í 3-4 klukktíma, heldur bara einhvern veginn prósessin, þú ert alltaf að keyra eitthvað lengst út á land og horfa eitthvað á steinana í eldinum og svo eitthvað svett og eitthvað seremonja og svo bara eitthvað að éta súpu og svo er maður komin heim alveg hamraður á því hérna bara eitthvað kl. 1:30, sko. Þetta er í raun og veru dagurinn, sko. Þú veist, það fara 5-6 tímar í þetta. Þarna, hann eftir bara með bara svona microdose af svetti bara virku kvöldi kl. 9 inn í Reykjavík og bara í sloppnum niður eftir, í sloppnum heim bara klukktími 1,5 og alveg jafn heitt, sko. Já, ég er að prófa það. Þú er að prófa það. Er þú voru það bara að sitja eða er verið að mantra eitthvað eða? Já, sko, þetta eru 3 lótur sem eru 15-17 mínútur og það er sérst manneskja sem stjórnar þessari seremoníu eða hvað það er og það er tónlist og mismunandi tónlist. Ég hef farið það sem var mikið bara rocktónlist og
þarna og tónlist sem ég varst bara algjörlega vera ekki svona, einhvern veginn við hæfi í eitthvað svona en mikið svona oft svona róandi tónlist sko. Eða möndrur og þarna svo manneskja sem stjórnar hitastiginu og sem er að setja vatn á steinana og svona einhverjar ilmkjarn og oljur og eitthvað svona drasl og er að dreifa stundum mjög fengið þara líka til þess að maka okkur í þara og alls konar svona líkamsgrúpp og svona, þetta er sjúklega fjölbreytt sko, fer eftir því hver er að stjórna og svo eru svona 5 mínútna pásur á milli þessar að 3 sessjóna og þá hleypur bara til sjó sko og kælir hann á milli sko og ég fór að ég er búin að vera að reyna að fara einu sinni í viku ég keypti klippkort og ég hef verið að reyna að fara einu sinni í viku og maður er bara eitthvað í sunnskilni og hann að svo var ég með Dana í heimsókn hjá mér í sumar sem er í svona sánuklúbb í Kaupmannahöfn það sem hann alltaf bara, bara blöndu kyn, bæði kyn og allir bara á sprellanum það er bara allsbyr sána og þau eru að hoppa út í sjóin og svona og þetta er bara svona klubbur og fólk þekkist og ég fór með hann hérna í fargufuna og það voru allir í sundskýlum og sundbólum og ég vissi ekki hvert hann ætlaði sko hún fannst þetta svo sjúklega kjánalegt sko og hérna fyndið það fekk bara svona kjánaroll sko bara, ég hef aldrei verið þetta er svo áhugavert með hérna svona í Evrópu ég veit ekki hverju maður hugsa til Þýskaland sko að þá sé einhvern veginn svona og Finnland og eitthvað, þá sé allir bara berrasæðir en svo ertu með, sko, hinum endanum ertu með eins og Bandaríkjumenn að þeir sko, ef þeir koma til Íslands og fara í sund að bara tilhugsunin að vera allsber í sturtunum fyrir framan annað fólk, það er bara no-no sko. Þetta er ekki í kultúrnum þeirra þetta er bara alls ekki í kultúrnum en það sér það, ég heyrði hennum í Sky Lagoon sko, í hérna sturtuklefunum þar, það er búið að loka þeim öllum sko, þú getur alltaf bara farið í hangklæði inn í sturtu og loka að þér þú þarft aldrei að sýna kynfærin sko, inn í opnum sturtuklefum sko. Ég veit ekki okkur ég fyrir að hugsa þegar þú segja þetta, þegar ég var einu svona ég er með kort í spaðinu hérna nýri lögum bínáttlega hérna rétt hjá og þá er einu svona þá er bara gæir ölltandum á sprellanum sko og svo var hann komin hann inn í matstofuna og stelpunar sem voru í afgreiðslinu voru svo meðvirkar þeir þorði ekki að segja honum að þetta er ekki ég held hann leit út fyrir að vera þýskur ég veit og hann bara einhvern veginn bara finnst þetta sjálfsagt það er svona ekkert verið að pæli því að allir hinni voru glættir hún fannst þetta bara eðlilegast hlutur í heimi það er geggjað og ég fíla líka að fólk er meðvirkt þarna maður á ekkert að vera að klaga þetta enga veginn, ég er alveg á því en hvernig var þetta eins og fyrir því að vera síðan berrasæður? Já, sko máli, ég bjó í Kaupmannahöfn í 15 ár og það var svona sána inn í Kristjaníu og ég var mikið inn í Kristjaníu og það sem allir voru allsbyrjur og ég þorði aldrei að fara og svo hefur hann Andreas þessi danski vinnu minn og fyrirhandi konan hans þau hafa spurt hvort við viljum koma með þeim í sánu þarna og ég var aldrei þoraði sko og manni finnst þetta svo kjánalegt skilur hvað við, þegar maður segir nei við einhverju tækifæri í lífinu og maður finnur bara að ég er að segja nei við því byggt á ótta því ég er hræddur við eitthvað og ég veit ekki svona hvað það er sem ég er hræddur við en svo kemur þetta hana ég er að fara að panta hana á farguðinni og maður pantar þetta á netinu og það er bara allt uppselt nema bara þessi tiltekni 50 dagur og með þessari tilteknu manneski sem var að stjórna sánunni og ég var bara svolítið að fíla hana mér finnst hún svona góð í að stjórna þessari sánu og nema það er nakin gufa og ég bara fuck it, tek 4 plás frá og hérna og ég fer og ég er svolítið svona kvíðin fyrir þessu ég finn það, hefur verið í þessari aðstæðu á titlingnum innan annað fólk og konur ég held ekki sko nei, þetta er ég er reyna jú, kannski einhvern tímann þegar ég var í einhverju náttúrulög einhvern tímann sko en það var náttúrulega ekki mikið af fólki ég hugsa við höfum verið 5 eða eitthvað sko og var þetta fólk sem þú þekktir? Já, einmitt en þetta er svona áhugavert hvað sko að því manni finnst maður að vera alveg frjáls en svo er þarna eitthvað svona þú veist, einmitt, af hverju er þetta svona mikið mál? Ég sagði henni félagin minn frá þessu, ég er að fara í Allsbergu og hann bara, Jesus, þetta ekki hræddur að fá stampínu og það er frá basic veist, þetta er eitthvað, ég meina, hefði maður verið 15 þá hefði maður náttúrulega bara verið þarna með rjúkandi bónir en veit, og svo hefur maður heyrt fólk segja, veist, það er bara einhvern veginn, þú kemur í þessar aðstæður þá er ekkert kynferðislegt við það
veist, og maður bara eitthvað yeah right, veist, og svo kem ég þarna í þessar aðstæður og það eru þarna einhverjar konur og einhverjir menn og bara fallegt fólk og fallið líkamar, alls konar líkamar og það var bara málið, það var sko, ég var að hugsa þetta í gær eða fyrradag, þá hefði ég sagt það var ekkert kynferðislegt við þetta, en svo var ég að hugsa það í morgun, en það er ekki alveg rétt, það er líka eitthvað kynferðislegt við það, en það einhvern veginn fær að flæða alveg í gegn, sem gerir það verkum að það stöðast hvergi og verður aldrei að neinu sem ég myndi skilgreina sem losti, fattur eitthvað við, það er fallegt að horfa á kvenmannslíkama sko. Ég sem gagnkynhneigður maður og það hefur með það er sískynja kallkyn bara maður og ég elska að horfa á líkama og brjóst og mjöðmir og kynfæri og rassa og svona ég er bara kaupið að ég myndi alveg kaupa það ef einhver myndi segja mér þetta væri ekkert kynfærislegt því ég held að hann er að ljúga það er það, já, en það er allt í lagi það er allt í lagi, já, en ég myndi samt einhvern veginn segja, þú veist, nú þekki ég fólk sem er farið á tantranámskeið og svona dót og jú, einmitt, það verður að einhverju leiti kynferðislegt, en síðan einhverju leiti verður að líka, að því, þú veist við erum aldrei mikið, sérstaklega kannski kallmennum búin að horfa, þú veist, aldrei upp við að vera, stelast í klám og svo maður að horfa á klám og eitthvað svona svo er það komin í einhverja aðstæður þar sem þetta er bara svona ofur venjulegt fólk og allir berrasaðir og líkamannir eru alls konar og síðan, þú veist, eins og þeir sem ég þekki sem að vera á einhverjum tantranámskeiðum þá að vera að gera einhverja æfingar þá held ég að sko þú afglorifæir sko klámímyndina Já, og það er nákvæmlega sem að það er það sem ég er að reyna að segja sko veist, ímyndaðir ef að orkustöðarnar eru hjól sko eins og myllur veist, og það streymur þar vatn og það á að vera flæði sko en ef það eru stíflur á þessum svæðum þá einhvern veginn kemur þessi orka sem kemur neðan frá og hún einhvern veginn reynir að streyma upp og hún bara einhvern veginn næri ekki að komast í gegnum þessar stíflur og fyrir vikið er þið bara stjórnað af hvötum og löngunum og það er það sem við erum að sjá í samfélagi og ég hef talað um þetta opinberlega, þú veist, náttúrulega bara hvað var það, einmitt, talað um klám hvað var það klámfíkn hvað ég í rauninni hef verið mikil fíkill í klám bara síðan ég var ungu drengur sko og hvað þetta litamann og sýnmanns á konur og kvenmannslíkama þetta breytist alltaf í losta algjörlega, þetta verður svo rosalega skilyrt afl já, skilyrt afl og þá hugsa maður einmitt, þú veist, fyrir bæði kyn því svo það er kannski pólitískt órétt sko, að maður getur talað um klámfíkni og kallmönnum og svona, það voru að tala um meðvitað eða ómeðvitað eru síðan ákveðna konur sem að klárlega sko frá bara tiltölulega ungum aldri sækja í þessa tegunda athygli frá kallmennum sko. Það er að segja kallmenn sem eru búin að orfa mikið á klám, ég held að það sé svona þú veist, radarðinn stoppar allt í einu þegar þú sér konur sem er bara að gera rosa mikið út á skilur þú hvað er að fara? Já. Þú veist, það er búið að það er dræfið hennar Já, að þú veist, og maður svona einhvern veginn, eins og þegar ég var sem mest í þessum gýr, sko, þá var radarinn bara allt í einu stoppar á einhverju konu og það er einhvern veginn eins og hún er bara orðin svona rosa svona klámmyndaleg en svo fattar þú kannski að þú hefur ekkert endilega mikið áhuga á þessari manneskju, sko. Nei, ekki per se, sko. Nei, það er bara þessi losti og þessi skilyrring. Já, fyrir mér þetta er bara stíflur. Þetta eru stíflur í orkustöðum. Því að orkan, hún streymir neðan frá og þú verður að geta keyrt hann upp í gegn og ef þú keyrir hann upp í gegn þá er þetta, veist, þetta er kynferðislegt en það er bara hluti að því að vera mennskur. En þú stoppar ekki þar. Nei. Þú keyrir hann lengur upp, þú fer með hann upp í gegnum tilfinningalífið þitt og þú fer með þetta ennþá lengra í samkendina og þú fer með þetta ennþá lengra það sem er tjáning og deiling og það er verið að deila þessu og ég er að segja frá þessu núna og við erum að greina þetta og þannig að þetta stoppar ekki hér eins og þetta gerði alltaf og það er ekkert svo mörg ár síðan ég ætla að koma inn á það, ég ætla að fara samt mjög vallega með það sem ég er að fara að segja núna en veist, ég fer þarna í þessa allsbjörgufu í fyrsta skiptið og þarna
og þetta, það voru allir svona eitthvað jafnmandræðilegir í byrjun, fannst mér, en svo bara eftir 5 mínútur þá var þetta bara eðlilegasti hlutur í heimi og það myndast bara einhver ákveðin samkennd, náttúrulega bara í svona aðstæðum, en þarna fann ég bara, það myndast bara ákveðin samkennd, þetta felur líka í sér, það er ákveðið traust sem þarf að vera til staðar. Þarna erum við konur innan menn og menn innan konur, sko. Við verðum að fara að treysta okkur döðru og fara að horfa framhjá allri valdabaráttu, allri þessari polariseringu, þessari umræðu sem búið verið í gangi og þetta hvað var að tráma og annað, það var þetta mjög erfitt fyrir marga. Og hún sagði mig sögu þarna, konan sem var að stjórna þessu, það hefði komið ein fyrir daginn í svona naktasánu, hún vissi ekki að sána verið nakin og hún bara sneri við á punktun, það var ekki séns hún getið tekið þátt í því, sko. Það var bara ekki fræðilegur, sko, hún bara fór. Þetta er líka oft, fólk með alls konar áföll á bakinu og konur oft á tíðum bara hrædda við kallminn og hrædda við bara kynfæri kalla, sko, getið ímynda mér. Mér langaði sko svolítið að því við ætluðum að tala alltaf um Indland. Þú ert á leiðin til Indlands bara eftir 2 daga. Já. Að þú ert byrjað að tala um orkustöðvarnar og svona. Sko, að því þetta sem þú ert að segja núna með, ég fór allt í hennu bara einhvern veginn að hugsa þetta með allir þess að kynferðislegu misnotkun. Já. Nú hefur maður kannski ekkert fyrir sér allir þessi fyllir í kultúr á Íslandi og bara aðstæðunar og svona. Það sé ekki hlutfallslega miklu herra hlutfall af konum á Íslandi sem að hafa fengið traumatíska kynferðislega upplifun heldur en í mjög mörgum öðrum löndum. Ég þekki það ekki. Mér finnst það einhvern veginn líklegt. Mér finnst bara einhvern veginn, ég veit það ekki, í þessum löndum þar sem að er hlýra, fólk er jafnvel fáklædara og það er ekki einhvern veginn svona, þú veist, ég veit það ekki, bara þessi pæling með Íslandi bæla allt, skilur þetta er í neðstu, þetta er í rótastöðun, þetta er allt bælt og svo kemur þetta allt út einmitt á fylliríum eða á einhvern svona skakkan hátt og ég veit ekki, mér finnst bara einhvern veginn svo stórt hlutfall af íslenskum konum eiga einhverja svona traumatískar upplifanir þegar kemur að kynlífi frá því það var ungar. Ég las ekkert um bók sem heitir Hljóðið í myrkrinu. Þetta var svona einhver uppgjörsbók konu sem hafði orðið fyrir kynferðislegri áreitni eða bara nauðgunum sem barn, unglingur og hún elst upp í Reykjavík og hún elst upp í Braggahverfinu bara niður á Höfða. Það var Braggahverfi þar og það var rosa fátækt þar, sko. Fólk var bara sjúklega fátækt og mikið svona kastsystem, þetta var bara svona einhver svona stéttaskipting, sko, fólk leit niður á þessa einstaklinga, þetta voru bara í augum efrafólks voru þetta bara hórur og fyllibettur, sko og þessi stelpa, hún var semst að fara yfir stöðuna í Reykjavík á þessum tíma og ég þurfti bara að hætta í miðri bók því það var bara, það var pabbi hennar, það var kennarinn hennar, það var skólastjórinn, það var skósmiðurinn, það var kaupmaðurinn á horninu. Það voru bara einhverju svona nauðgunarperrar í öllum hornum og þetta er bara á Íslandi bara eitthvað bara rétt eftir stríðsárin, sko. Skilur við? Þannig að ég heldur sem að koma úr alveg ótrúlega við erum að koma úr bara bældri kynkvöld. Bara algjörlega. Engin umræða, ekkert ávarp, bara þrýst öllu niður, sko, tjáningunni þrýst niður, kærleikunum með þrýst niður, tilfinningarlífið er alveg í mólum, sko, og svo bara einhvern veginn er þetta bara og þetta bara kemst ekki út og það eina sem að liðið finnur út úr að gera bara eitthvað að nauðga og misnota, sko. Þetta hefur með orkustöðar að gera. En ég sé þetta líkið á Indlandi, klálega. Það er til dæmis samkynhneigð. Hún hefur ekki verið svona viðurkennd, sko, eða góðkennd. Það ekki? Nei. Þetta er örglega í ýmsum Afríkuríkum líka. Já. En þú sér að menn eru samt svona, ég var ekki alveg að skilja hvað ég var að horfa á henni einu sinni. Ég var niður á Indlandi og þá sé ég að menn labba eftir ströndinu og þeir eru að leiðast, sko. En þeir eru ekki par, þeir eru bara vinir. Þetta er svo við tveir myndum skella okkur göngu til nýju Nauthólsvík og við varum bara að leiðast. Þetta sem maður oft í múslimaríkjunum, sko. Já, einmitt. Það er mjög algengt úr að karlmenn leiðast. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.